Já, Úlfur, tap í dag, hvernig líður eftir leikinn? Svekktur. Þetta var mjög svekkjandi tap. Tökum mjög góðan fyrir áleik og bara svo einhvern veginn þá bara fer þetta frá okkur sko. Mjög svekktur. Já, veist hvað gerist þá milli fyrri og seinni hálfleiksins? Ég bara í rauninni veit það ekki sko. En þetta var bara, ég veit ekki alveg hvað gerist. Við missum, eins og segir, bara 3 mörk á okkur hérna á stuttum tíma og reynum að komast aftur. Við höfum alveg sénsa til þess að bæta við áður en að þeir komast yfir eða jafna sko. Við bara hefum átt að klára hana leik sko. Þannig að við tekur svona yfir, bara heilt yfir leikinn, ertu ánægður með frammistöðuna? Já, en svo eru partar hér og þar þar sem að við bara bregðum skorum öðrum og bara það endar í marki hjá þeim og svona hitt og þar hér og bara við getum ekki gert það í því sko. Það var bara drullu svekkjandi. Er kannski bara klaufalegt að tapa svona? Já, eiginlega sko. Mér fannst við spila vel, sérstaklega í fyrri hálfleik spilum við eftir okkar gildum og sérstaklega sem við erum að reyna að byggja upp á þessu tímabili sko. Þannig að þetta var drullu svekkjandi sko og að missa þetta niður 3-1, þetta var mjög svekkjandi. Annars að það sem er í fyrri hálfleik, þetta er það sem þið viljið spila í sumar? Já, við bara viljum koma og já, ég myndi bara segja það, já. En hvernig lítur þetta út eins og fyrir næsta leik? Hvað er það sem þið þurfa að gera til að rífa þetta upp? Já, fyrst og fremst þá erum við allir hérna og við trúum á það sem við erum að gera, það sem Jói er að koma með og við sjáum að það virkar eins og gerðist hérna í fyrri hálfleik og við þurfum bara að trúa á að við virka í næsta leik og næsta, bara halda áfram, þetta er bara vegferð. Bara vinna meira bara? Já, þú veist, það eru náttúrulega sumir hlutir hér og það sem þarf að fínpúsa sko og það kemur með tíma og við erum að bæta okkur með hverjum leik, þannig að það er bara að halda áfram.